Ok, til þess að ræsa hann þá ýti ég hérna PlayStation takkan og síðan til þess að get ég valið á milli hérna alls konar stýringa og ég vel núna bara af stýrunum sjálfur þá ýti ég hérna á X svona. Síðan get ég valið að koma með 2 kamerur eða 2 valkosti af kameru. Eitt svona AI kamera þar sem kemur upp hérna hvort hann sé að horfa á manneskju eða alls konar hluti eða eitthvað. Þá ýti ég einu sinni á kassa en ef ég vil fá bara venjulega kameru með beint streymi þá ýti ég 2 svar á kassa og þá ætti að koma upp. Bíða aðeins. Eftir smá stund. Og ýti aftur á kassa. Já, þá erum við... Þá get ég séð hérna live feed af róbotnum á meðan hann að keyra. Og það mjög fín drægni á honum, hann getur alveg farið mjög langt. Prófa snúna við. Þannig erum við. Hérna þetta sé okkur, væntanlega núna. Já. Já, þetta svona manual mode. Yes. Herru, núna ætlum við að prófa AI-módið sem þá þannig að hann eldir okkur. Ef hann sé mig í rammanum þá mun hann elda mig og taka ákvarðanir út frá því. Og ef hann dettur úr rammanum þá ætti hann að stoppa. Þannig eins og við sjáum á vídeó R1 og hann ætti að skynja okkur. Hann skynjar okkur áttalega báða núna. Skynjaði mig bara núna. Og við fara á okkur. Og eins og ég sjá þá virkar þetta alveg frekar vel eins lengi ég ekki að hlaupa til hliðar sko. En leið og ég dettur fram hann, þá ætti hann að stoppa. Og leið ekki minn, þá byrjar hann að elda mig. Þannig já, þetta AI mér. Núna ætla þeir að tala við mig í gegnum hérna róbotinn. Sér að þeir eru þarna. Ég heitir reyndar ekki Einar en ok, það allt í lagi. Hérna eru LED-borðin, hann undir bílnum og það hægt að velja alls konar mód. Það hérna fastur litur, það ætla að stilla og hérna rainbow mód og síðan annað mód sem heitir blink. Núna ætlum við að testa autopilot, þá ýti ég hérna á þríhyrning og þá fara servoarnir í gang sem eru með ultrasonic skynjara. Þegar þeir skynja eitthvað fyrir sér þá beygir hann þannig að hann stressir ekki á. Já. Hvað meinarðu, varstu ekki með? Kveiktu bara aðeins núna? Hann sem sagt Ja. All right.